Allir sem eru erlendir ríkisborgarar, þeir afplána ekki á Íslandi heldur annars staðar og allir sem að brjóta af sér þurfa að fara umsvifalaust út á landi, óháð því hvort þeir séu með alþjóðlega vernd eða hvað annað. Út af því að við vitum náttúrulega að þeir komu í gegnum annað ríki, þannig að við getum notað Dyflinnar-ákvæðið til þess að reka það á landi. Þetta myndi kæla niður alla þessa umræðu og ég líka horfa alltaf á þetta sem svona þróun og yfirfæri síðustu 6 mánuði yfir á næstu 6 mánuði. Og eftir því sem ég horfa á þetta þá er þetta versna og versna. Þannig að ættum við ekki að reka alla á landi sem að einfaldlega brjóta af sér og það þarf ekkert að vera alvarlegu glæpur, bara ef þú ert mikið að brjóta af þér, nokkru sinnum, að þá bara ferð þú úr landi, ef það er ofbeldisbrot að þá ferðu umsvifalaust út á landi og að við kælum niður umræðuna þannig, við setjum bara fingrafara-skanna á landamærin og þá er enginn að fara inn nema hann eigi erindi og að við látum alla sem að brjóta af sér ekki afplána á Íslandi heldur annars staðar við ríki sem við gerum samninga við sem verður þá miklu ódýrara. Þá þurfum við ekki að vera að byggja nýtt fangelsi, heldur getum bara verið með okkar Litla-Hraun og hægt að bæta úr því örugglega út af því að aðstæður þar eru víst ekki frábærar. En væri ekki hægt að kæla umræðuna með nákvæmlega þessu? Já, Þorbjörn dómsmálaráðherra hefur nú verið að leggja fram eitthvað svona í líkingu við það sem þú ert að nefna. Já, ég er stórlega ósammála að ástandi sé alltaf versna og versna. Það er bara